Í menningarhúsinu Tjarnarborg í Ólafsfirði var á dögunum haldinn fundur á vegum SÁÁ áfengis- og vímuefnasýki. Þar heldur tölu Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir á Vogi, Arnþór Jónsson formaður SÁÁ, Kristín Sigurjónsdóttir frá Siglufirði sem sagði frá eigin reynslu og Einar Már Guðmundsson rithöfundur sem las úr verkum sínum. Fundarstjóri var Rúnar Freyr Gíslason. En það sem vakti ekki hvað minnsta athygli var þegar einn fundargesta, Sigmundur Agnarsson fyrrverandi sjómaður frá Ólafsfirði, sagði frá meðferð sinni á vegum SÁÁ fyrir 28 árum og bréfunum sem hann skrifaði að meðferð lokinni. Í stað þess að grafa bréfið í jörðu eins og stundum gert, tók hann það með sér heim. Bréf þetta vakti mikla gleði og aðdáun á meðal fundargesta. En áður en kemur að bréfinu skulum við heyra í Sigmundi sjálfum. En hvað var til þess að þú fóst í meðferð á sínum tíma? Já, það var bara orðin mjög mikil vanlíðan þegar ég var sem sé að drekka og ég hafði ekki orðið eins gaman að þessu eins og maður hafði en þetta kemur svona, þetta hallar undan fæti eftir því sem maður drekkur meira en ég held nú svona innst inni að ég hafi drukkið alkohólísk verið sko alki bara frá fyrsta sopa. Það er einhvern veginn þannig að ég er ekki að segja það að ég hafi alltaf verið fullur eða eitthvað svoleiðis en ég átti alla tíð svolítið erfitt með áfengi, ég átti erfitt með að hætta þegar aðrir vildu hætta þegar fólk vil fara svona að sofa á kristilegum tíma ef maður var búinn að skemmta sér og vera á böllum og svona þá var ég ekkert alveg tilbúinn að fara að sofa ef það var eitthvað eftir í pillunni og svo ágerðist þetta nú eftir því sem árin líð og þá var maður fann að súpa á daginn eftir líka og eitt sem maður hefur alltaf tíð fylgt mig líka í sambandi eftir að ég fór að drekka svona mér til skaða þá var það mórallinn. Ég hef alltaf því verið rosalega móralskur og mér leið bara bölvanlega marga daga á eftir ég var raunið að mér og ég var komin út á sjó, þú veist nú hvernig það er maður er komin út á sjó, maður er farinn frá kunni og börnunum og það voru ekki símar eða þetta til að tala við á þeim tíma heldur var maður að berjast með þetta inn í sér sko og þetta var bara afskaplega mikil vanlíðan Heldurðu þá að meðferðin hafi bjargað þínu lífi? Ég er alveg 100% viss um það. Ég er alveg viss um það að ég sé að sæti geti í þessum stóli ef ég hefði ekki farið í meðferð. Það er ég alveg sannfærður um því að bæði var hann það að það uppkvöldast allt hár blóðstíkur hjá mig strax í meðferðinni og það stóð nú til að senda mig upp á Landspítala en þeir tóku nú á þessu læknandi þarna. Og svo líka hitt að ég var farin að detta í blackout. Mér skilst að það komi eftir því sem maður er búinn að drekka meira og meira sko. Þá deyja bara fleiri frumur eða sofna, ég veit ekki hvað, í höfðinu á manni, í heilanum og ég var farin að fá blackout og það er alveg skelfileg tilfinning að vakna á morgni og muni ekki hvað maður sagði kvöldi eða hvað maður gerði. Og vakna svo kannski út á sjó, skilurðu, og þurfa að vera að berjast með þetta og geta ekki spurt neitt. Svo sem ég var nú svo sem búinn að hugsa mér að fara í meðferð fyrr. 2 árum áður, þá ætlaði ég mér í meðferð og talaði hérna við vin minn, Skúla Pálsson og baði hann í guðspennum út þeim með pláss. Skúli setti allt í gang og ég var að vísu í því þarna þegar þetta skeiði og svo sofna ég en Skúli heldur áfram að garfa í þessu svo hringir síminn heima og Guðrún mín vekur mig og segir að Skúli segir símann og ég myndi nú eiginlega eftir ég hef talað við hann sko og hann segir, heyrðu Sigmundur, ég er búinn að redda þessu, þú kemst inn á Vog bara, ég man ekki hvort það var í dag eða á morgun sko, Vog sagði ég er ekkert að fara inn á Vog. Ég þarf ekki að fara inn Vog, sko, þá var runnið á mér og þá vildi ég ekki viðurkenna þetta og þetta kostaði svona 2 ára vanlíðan. Svo 2 árum seinna, þegar ég nú dreif mig, þá vildi nú þannig til
að ég held að sé allt í lagi fyrir mig að segja frá því að lögreglumaðurinn okkar hérna, lögreglustjóri sem var þá, hann hafði farið í meðferð og ég hafði nú alltaf svolítið svona, þú veist, eins og minnumáttukenndi að maður skammaði sín fyrir að viðurkenna vanmátt sinn og segja bara ég er alkohólisti og það myndi allir horfa á mig og svona. Þess vegna var ég ekki tilbúin að fara, en svo þegar lögreglustjórinn fór í meðferð og þá hugsaði ég með mér, hvað er andskotinn? Ef að löggan fer og getur farið í meðferð og komið alveg hnarrist tilbaka, þá ætti ég sjómannsræfillin að geta það. Og ég hafði samband við Sigurð, vinn minn hérna, Björnsson, lögreglustjóra. Hann setti allt í gang líka og ég passaði mig nú á því þannig að ég lét ekki renna mig þannig og ég var fullur í 2 daga ég sofnaði náttúrulega eitthvað en þegar ég vaknaði þá byrjaði ég bara aftur því ég þorði ekki að láta renna af mér. Ég var svo hræddur að ég myndi renna aftur á rassinn með að fara inn og ég fór með fulla flösku með mér suður, hann keyrði mig sjálfur suður til Reykjavíkur og ég drakk þessa flösku alla leiðina suður og meira þess að þegar við komum suður þá var flaskan búin og ég sagði, heyri, nú ferð á bar hérna fyrir mig og hann fór með mig á einhvern bar þarna, ég man nú ekki hvaða bar það var í Reykjavík þar sem ég fór inn og keypti mig 3-faldan vodka í kók og fékk hann í svona kókglas, pappaglös og svo var brennt upp á Vog og ég tók síðustu sopana þarna á stéttinni á Vogi og þegar ég var búinn úr glasinu þá sagði ég, jæja, segi mér nú er Simbin hættur og hendi glas og drap á dyr og gekk inn. Svona var nú með sjóferð þá, ekki minn. Og þá skulum við heyra bréfi sem Sigmundur skrifaði að meðferð lokinni fyrir 28 árum og sjálfur kanónur S.A.A. hlustuðu á með andakt. Bréfið, 1.12.87. 1. des, fullveldistagur. Bréf frá Bakkusi. Sæll vertu Sigmundur, þú ert nú meiri kalli. Þú ætlar heldur betur að fara illa með mig þegar þú skilur mig eftir hérna á Sogni og satt að segja líður mér alveg bölvanlega. Það hefur dregið úr mér allan mátt og ég er bókstaflega verið að engu og þú mátt alveg bóka það að þetta verður mitt fyrsta og síðasta bréf sem að þú fær frá mér og ef eitthvað hefur farið í taugarnar á mér var það þegar þú snérir við mig bakinu og fórst að skipuleggja líf þitt án mín og ætla að hafa gaman af því að verða heiðarlegur og að leggja lygina á hilluna og fara svo að stússast í heimilistörfum og jafnvel að læra þvottavélina að ég tali nú ekki það að ætla að fara að synda og kóróna það svo með því að hlaupa eins og vitfirringur. Og síðan ertu að hugsa að drífa þig í rúmið á þeim tíma sem við vorum bara rétt að komast í stuð. Ég bara trúi því ekki að þú ætlir svo að rífa þig á fætur fyrir allar aldir og leyfa konunni að sofa. Já, vertu ekki svo að spá í að drífa þig bara í kirkju og líða á messu. Jæja, hvað það? Þetta er þitt líf og verði þér að góðu. En gaman væri nú samt að fá fréttir af því. Hvernig þér gengur með heiðarleikann og lygina? Ég lagði nú ekki svo lítið á mig við að kenna þér það. Nei, annars, þú mátt alveg sleppa því og fara þína leið. Þú varst kortið orðið hundleiðilegur, veltandi þér upp úr sjálfs- og vorkunnsemi ef að þú varst ekki bara í blakkáti. Með kveðju frá Bakkusi.